Íslenskir stjórnmálamenn þáðu tugi milljóna króna í styrki af stærstu viðskiptablokkum landsins. Margir af helstu forvígismönnum fyrirtækjanna sæta rannsókn vegna þáttar síns í hruninu. Sterk krafa hefur verið það að undanförnu að stjórnmálamenn upplýsum það hvaða fyrirtæki styrktu þá í prófkjörum fyrir hrun. Margir hafa orðið við ákallinu að hluta eða öllu leyti. Áberandi að stærstu fyrirtækja samsteypu landsins voru gjafmildar á styrki til stjórnmálamanna. Skoðum fyrst fyrirtæki sem tengdust Glitni og Jóni Ásgeiri Jóhannessyni. Guðlaugur Þór Þórðarson fékk 2 milljónir króna frá Baugi og jafn mikið frá FL Group og Fons. Steinunn Valdís Óskarsdóttir fékk 2 milljónir frá FL Group og annað eins frá Baugi. Gísli Marteinn Baldursson fékk 1 milljón frá hvoru fyrirtæki. Árni Páll Árnason fékk 1,5 milljón samtals frá Baugi, BG Invest og Landic Property. Helgi Hjörvar fékk 1 milljón frá FL og 900.000 frá Baugi. Illugi Gunnarsson fékk 1 milljón frá FL. Oddný Sturludóttir fékk 750.000 krónur frá Baugi. Ármann Káur Ólafsson fékk 0,5 milljón frá fyrirtækinu, jafn mikið á Katrín Júlíusdóttir og Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Skoðum næst fyrirtæki tengd Björgólfsfeðgum. Steinunn Valdís Óskarsdóttir fékk 3,5 milljón frá Landsbankanum. Guðlaugur Þór Þórðarson fékk 1,5 milljón, eins og þau Kristján Möller, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Össur Skarphéðinsson. Gísli Marteinn Baldursson fékk 1 milljón, jafn mikið og Guðbjartur Hannesson. Illugi Gunnarsson fékk 1 milljón frá Samson. Sigurður Kári Kristjánsson fékk 750.000 frá Landsbankanum. Björgvin G. Sigurðsson fékk 600.000, en þau Dagur B. Eggertsson og Hanna Birna Kristjánsdóttir fengu 0,5 milljón hvort. Fyrirtæki tengd Kaupþingi styrktu einnig. Illugi Gunnarsson fékk 3 milljónir króna frá Exista. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fékk samtals 3 milljónir frá Exista og Kaupþingi. Gísli Marteinn Baldursson fékk 1 milljón frá Kaupþingi, jafn mikið og Guðlaugur Þór Þórðarson og Kristján Möller. Árni Páll Árnason fékk 0,5 milljón frá Kjalar. Það skal tekið fram að þessi listi ekki tæmandi.